Við þurfum að fara hérna inn á kennsluvefinn og finna þar efni. Hérna hafi áætlunina þar sem við sjáum hvað allt hérna framöndan í námsáætluninni og ég ætla að reyna að finna hérna æfingapróf fyrir ykkur. Svo ætla að stund að opnast. Já, ég minnir að það sé hérna æfingapróf 1 hér. Það gá hvort að þetta er rétta prófið rafalana. Þá sem sagt, sem svo hefur alltaf verið, þá var áfanganum skipt upp í fyrsta kafla rafala og síðan var tekið próf úr því en það gilti fyrst ekki neitt að meðan þetta var sem sagt prófáfangi, skiljið. Þá æfðum við okkur í þessu og vorum með þetta sem svona leiðsagnarmat. Þá var tekið próf úr rafalunum. Þetta opnast þegar þetta hefur hlaðist niður. Og þannig að þið náið í þetta æfingapróf hérna sem að ég var að opna fyrir og þið getið skoðað það og það er sem sagt svipuð dæmi kannski og þið hafi verið að leysa í kaflanum aftast í kaflanum, í 18. kaflanum og svo eru fleiri dæmi eins og spurningar samförsun og slíkt. Þetta er svo lengi að opnast, það er eitthvað, já, þetta er það. Þetta er það sem að þið getur eftir á að svara. Fyrir utan það að fara í gegnum skýrslurnar, fara í gegnum spurningarna þar og það sem að ég fæ síðan, ég get hérna opnað og ég er kannski búin að opna fyrir skilahólf þar sem þið getið sendt inn skýrslurnar 18a og 18b rafalana. Þannig ég geti skoðað skýrslurnar og sendt ykkur tilbaka athugasemdir ef að þið hafið misskilið eitthvað eða ef eitthvað gæti farið betur og slíkt. En í lok áfangans, vor, þá skilar hver og einn einstaklingur sínu eintaki af öllum skýrslunum ásamt sem sagt öðru ítarefni sem að hérna er þá kölluð ferilmappa. Þannig að þið skulle halda utan um þetta og við fáum öll þessi 3%. Já, akkurat, mikilvægt. Það getur skipt máli hvort þú til dæmis nærð áfanganum eða ekki, hvort þú skilar þessari möppu eða ekki. Og þannig að hér er prófið sem að þið getið æft ykkur á. Lítið svona út og hérna aftast eru formúlur sem að er notað í þessu. Og já, þetta er nú til einhvers staðar í upptöku, ég geti athugað það núna eftir. Og við skulum sjá. Þá hérna skulum við skoða svo hérna áfram sko efnið sem við eigum að fara í annars í dag. Það er samförsun og samkerslu. Það er þessi síðasti kafli sem við höfum verið að skoða náttúrulega í tengslu við 18a og það er þetta efni hér. Því að það er hér er fjallað búnaðinn sem þarf að vera fyrir hendi til þess að tengja rafal
rafala inn á net eða fasa saman 2 rafala. Við setjum alltaf fyrst annan rafalan inn á netið og svo höfum við svona samfösunar snara í töflum, í skipum og náttúrulega þetta í landi líka til þess að tengja með sérstaklega rofa yfir á viðkomandi rafala sem við ætlum að bæta við inn á netið, og hann tengist þá við samfösunar búnaðinn sem að hérna á myndinni 2-faldur tíðnimælir, 2-faldur spennumælir og samfösunar sjáin og samfösunar ljósin. Þannig að þetta svona lágmarksbúnaður sem þarf að vera fyrir hendi. Og hérna þetta talið allt hérna upp og svo líka í þessum kafla farið annars staðar í það hvernig á að bera sig af við að fasa saman eins og hérna ljósavélarnar, en við tökum það aftur fyrir seinna á önnunni í verkefni 18V. En svo náttúrulega talað þessi skilyrði fyrir samfösun, en þetta 4. atriði sem talað seinna, það að það þarf að vera sem algjört frumskilyrði að það sé rétt fasa röð og síðan náttúrulega að sé sama spenna á rafala á safnteinum og að spennunar hafi sömu tíðni og síðan að velja rétta augnablik. Þetta þessi 3 klassísku atriði og síðan dimmutenginguna og ljósdimmutenginguna. En í hvað notum við dimmutenginguna? Jú, við getum séð hvort það rétt fasaröð eða ekki. Ef við höfum dimmutenginguna og ef að perurnar blikka í takt eru allar slökktar samtímis, þá rétt fasaröð ef að það eru tengdar rétt. Okay? Hins vegar ljósdimmatengingin oftast notuð og oftast tengd þegar við erum að fasa saman. Þannig að okkur finnst þægilega að nota hana þegar við erum að fasa rafalana, þá fáum við betra á tilfinningunni hvenær að koma að rétta augnablikinu. Það hins vegar erfiðar að sjá hvenær allar perurnar eru alveg slökktar. Þannig að þetta þægilega þessi ljósdimmatenging til þess að nota dagsdaglega til þess að fasa saman. En svo höfum við náttúrulega líka annað hjálpartæki sem samfösunar sjáin. Þetta tæki hérna sem sýnir okkur rétta augnablikið. En síðan farið bara í gegnum þessa framkvæmd samfösunarna og þar eitt atriði mikilvægt að þegar við erum að koma með rafala inn á netið það að láta hann vera á aðeins meiri snúningshraða, örlítið hærri tíðni, þannig að hann komi inn á netið sem framleiðandi en ekki sem álag. Því að ef hann að koma inn sem álag að þá gæti backup-svörnin slegið honum út eftir bara smá stund eftir því sem hún stillt inn. Það ákveðin tími sem hún stillt inn á og ákveðið afl sem hún stillt. Ef að backupið það mikið og tíminn það langur sem sagt að fer fram yfir þann tíma að þá slær backup-svörnin rafalanum út ef að rafalinn kemur inn á of hægum snúningshraða eða aðeins of lítilli tíðni. Þegar að við setjum hann inn þá kemur hann sem álag og þá slær backup-svörnin honum út. Það ekki yfirálsvörnin. Oft hefa nemendur svarað í þannig að það sé yfirálsvörn sem að slæra honum út ef hann kemur á of lægri tíðni inn. Þetta backup-svörnin sem að slær rafalanum út. Yfirálsvörnin tekur bara yfir og slæra honum út ef hann á yfir álagi, ef hann að framleiða allt og mikið inn á net og rafalinn í yfir álagi.
En hérna, við förum ekki lengra í þessum áfanga í varðandi þetta, nema það að í samkeyrslunni að þá byrjum við á því að jafna raunafli á milli rafalana og við stjórnum því að þeir framleiði, ef þetta er jafn stóri raflar eða álíka stóri raflar, að þá byrjum við á því að jafna raunaflinu á milli þeirra með því að hafa áhrif á hraðan, óskildi hraðans, aukum á þeim rafalan sem er að framleiða minna raunafl. Þá er þess að P eða vöttin eða kílóvettin sem við fylgjumst með á báðum rafalunum og stillum þau jafnt og jöfnum þau fyrst, og ef að þarf að breyta eitthvað aðeins segulmögnuninni, það er nú ekki mikið, við sjáum það í æfingunni sem ég held að allir séu búnir með núna, að þá var eitthvað örlítið sem við þurftum að breyta straumnum til þess að við værum með sama straumálag á rafalan. En við gátum í rauninni styrkt þetta nokkurn veginn eftir aflmælunum eingöngu til þess að jafna raunalagin á milli. En síðan ef að við erum að stilla þannig til að þeir framleiði jafn mikið þegar þeir eru með blandað álag, spanálag líka eins og við vorum með í æfingunni, að þá þurfum við að stilla segulmögnunarstraumin, auka segulmögnunarstraumin á þeim rafala sem er með minni straum. Þá förum við eftir straummælunum til þess að jafna launaflsframleiðslunni á milli rafalana. Og þetta eru þau atriði sem við þurfum að fara í. Þannig að æfingarnir til prófs eru sem sagt 18a og 18b. Við býðum með þessa æfingu sem við höfum verið með, 19b æfingu, þangað til næsta próf. Það er sem sagt mótora. Við tökum það ekki fyrir núna. En þá er það bara það sem er fyrir próf. Það er allur kaflinn, 18. kaflinn. Það eru sem sagt þau dæmi sem að tilheyra 18. kaflanum sem koma fram í kennsluáætluninni, og svo eru þessar skýrslur sem sagt 18a og 18b, og sem sagt það eru þessi atriði sem eru hérna í bókinni samfélaguna, og það er þá inn í 18. kaflanum. Þetta er allt og sumt. Svo getið þið æft ykkur á þessu æfingaprófi sem er hérna, og líka gott að benda ykkur á undir efni. Þar er þetta hefti sem ég sýndi ykkur líka síðast, stuðningshefti hérna í vinnslu. Þar eru ýmsar spurningar til þess að æfa ykkur á fyrir próf líka. Og það eru svona spurningar úr gömlum prófum, þannig að þið getið fengið æfingu þar. Það er alls konar atriði þar sem er spurt í varðandi rafala og varðandi byggingu rafala líka, sem kemur bæði þar fram og í bókinni. Og svo er náttúrulega strax fljótlega líka mótora hérna, en það er hérna rafalana líka. Þannig að það er aðalega þá rafalana hérna fyrst í þessu hefti, og svo líka úr